Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mætt hér í sjávarútveg spjall enn einu sinni og gestir mínir í kvöld eru Magnús Jónsson, veðurfræðingur og Trillukall og Kjartan Sveinsson, formaður Strandveiði sjómanna. Strandveiðifélag Íslands. Strandveiðifélag Íslands, svo þetta sé nú rétt sagt. Og hver staðan, Kjartan, í dag hjá strandveiði sjómönnum? Já, nú ég held að staðan hafi nú bara aldrei verið svört, rétt rúmlega hálfnuð með tímabilið og með vertíðina og hálfur potturinn tómur, þannig að reynda búið að vera að bræla núna í þessari viku og eflaust eru margir í ráðuneytinu guðslefandi fegnir því. En það breytir því ekki að þetta verður bara, stefnir allt í það að þetta verði stysta vertíð frá upphafi, nema að það komi einhverjar drastískar ákvarðanir úr matvælaráðuneytinu. Og þá áttu við að kvótaaukning í þetta verkefni. Já, það þarf að bæta í pottinn og það þarf að bæta í pottinn í ár, en það er orðið svolítið svona Groundhog Day hjá okkur, að bæði í fyrra og í hitti fyrra þá náttúrulega sögðu við Svandísi hvernig staðan væri og hvernig hún gæti bjargað vertíðinni og hvernig hún gæti fundið þessi tonna án þess að þurfa að fara fram úr ráðgjöf Hafró. Já. Og hún sagði þetta er bara allt of seint, við getum ekki gert það og bara gerðu það þá fyrir næstu vertíð og svo var það náttúrulega ekkert gert fyrir næstu vertíð og við endum alltaf í sömu stöðu. Og nú er það þriðja árið í röð þar sem að stjórnvöld bara sitja á höndum sér allan veturinn og gera ekki neitt, fara allt í að pæla í þessu síðustu vikunni í apríl og þá er náttúrulega löngu orðið og seint að gera neitt. Já. Magnús, hver er þín sýn á þetta? Þú ert búin að vera í þessu nokkur ár núna. Já, ég hef nú sett það fram og við erum áttur raunar fund við Kjartan með fyrrverandi forsætisráðherra í fyrra, þar sem við lögðum til raunar að aflamarkskerfið og strandveiðikerfið verði aðskilið, þannig að við erum ekki með heildarkvóta á þessu. Það hefði gerð tilraun í 3-5 ár og þar með kæmi í ljós hvort að það yrði þarna einhver þróun sem menn teldu verða óæskilega innan strandveiðikerfisins. Hún virtist nú taka vel í þetta á sínu tíma en síðan hefur þetta ekkert gerst og menn mæta bara aftur og setja inn í reglugerð 10.000 tonn, ég nota benn og það er reglugerð og þetta má breyta þeirri reglugerð eða menn vilja það. En ég tek undir það með Kjartani að það er raunar aldrei verið jafn dökkt útlit vegna þess að aflabrögð og gæftir í maí voru þannig að menn hafa sjaldan fiskað annað eins og geta róið allt upp í 12 daga. Bættuðu við króka á slóðan eða hvað skeiði? Nei, það er bara einfaldlega það mikið fiskimagn allstaðar og meira að segja á stöðum eins og Norður- og Skagafirði þar sem ég nú er að róa þá hefur við ekki séð annað eins fiskimagn á þessum tíma árs eins og er búið að vera núna í maí. Og þetta á víðast hvar? Allar hringir í kringum landið, Meira og minna? Já. Að það er allstaðar meiri veiði? Já. Já. En það er erfitt að samfæra menn það að þetta sé svona í alvörunni. Það var verið að veiða út af vogarstapa sem hefur aldrei áður verið veitt, menn hafa aldrei ná skammti eða reynt að ná skammti sem máttu veiða daglega þar, en það voru nokkri dagar þar sem að menn voru bara að fá skammtinn inn við vogarstapa. Já, þannig að þetta er og þessi tilraun sem að Magnús var að minnast á, hún var ansi sniðug, vegna þess að aðal vandamálið, segja stjórnvöld allavega, eru þau að þau hafa áhyggjur af því að bátum bara fjölgi upp á öllu valdi
og þess vegna megi alls ekki gera neitt voðalega vel við okkur vegna þess að þá bara vilja allir og amma þeirra fara að róa sko. Það nú ekki svo auðvelt. Nei, það náttúrulega, það er ekkert hlaupið að því og það er enga forsendur til að halda að það myndi nokkuð tímann gerast vegna þess að þessi bátafjöldi er búin að haldast mjög stöðugur alveg síðan 2009, síðan kerfið var sett á og ef að fólk hefur svona mikla áhyggjur á þessu, af hverju ekki gera þessa tilraun? Sjá bara hvað gerist og ef að það fer allt í skrúuna með það, nú þá vitum við það þá. Já, en það er bara engin hætt á því þetta veðrið eins og bara núna þessa vikuna hefur þau áhrif að það er engin strandveiði bátur að róa nánast. Nei, þessi vika hefur heldur betur sýnt það að veður bara stjórnar sókninni. Veðrið stjórnar sókninni og svo bara hvort að fiskurinn er svangur, hvort að vill býta á. Það er bara dæmið. En það er dálítið merkilegt með Hafró því að forstjóri Hafró var hér á fundi eða hérna í þætti hjá okkur núna fyrir viku síðan að þá gerir hann ekki upp á milli veiðafæra. Það skiptir Hafrannsóknastofnun engu máli hvernig fiskur er veiddur. Já. Sem er dálítið sérstakt þegar að togskip eru með fleiri tonn að hlera að draga og þungar bobbingalengjur og hafa virkilega áhrif á botnin sem þú fara yfir á miða við að færa bátur sem eyðir engri olíu þegar hann er að veiða og er bara með króka og veiðir á króka. Snertir valla botnin. Ég var nú að tala við einn af okkar fremstu sjávarlíffræðingum daginn nákvæmlega þetta vegna þess að þetta kom fram á fundi sem að Hafró skipulagði í sambandi við hvernig þorskurinn hegði sig fyrir framan botnrólið og þá fékk hann þá spurningu hvort það væri eitthvað munur þar á og hann sagði bara nei, það er engin munur á handfærum og botnróli og ég var nú að spyrja einn af okkur fremstu sjávarlíffræðingum þetta og hún sagði nú sko þú þarft nú ekki doktorsgráðu í sjávarlíffræði til að sjá munin. Það er bara, hann bara blasir við þér bara í umfangi veiðarfærana sjálfra. Það er bara spurning hvort hún fer með jarðýtu yfir svæði eða Já, hvort þú sést að tína ber með jarðýtu eða berja tínu. Já, það er það munur. Og ekki eru fuglarnir í Surtsey að búa til hreiður úr handfara getni sko. Nei. Það er eitthvað annað plast sem að þeir eru að nota. Já. En þið náttúrulega standi frammi fyrir því núna að það er viðbúið að verði bara stoppað í byrjun júní. Nei, júlí segi. Þá verður vertíðin ekki enn að leiðilega hálf með það sem er gert ráð fyrir í lögu því að það er í lögum og hún eigi að standa frá mæ til ágústloka. Já. En samt er með fyrirvara það að það eigi að stoppa ef einhver tiltekinn kvóti sem að menn geta ákveðið hvenær sem er í reglugerð, hver eigi að vera. Og hann er núna 10.000 tonn og það er ekkert sem betur til að segja auka hann allavega en ég held raunar að aðal fyrirstaðinni því sé afstaða Hafrannsóknastofnunar. Þeir segja bara einfallega eins og kom fram í þessum umræðu þætti að það sé ekki hægt að leyfa meiri veiðar með krókum heldur en bara almennt. Öðrum veiðum. Já, þar af leiðandi er aðal fyrirstaðan þar held ég held hún sé meiri þar heldur en hjá stjórnmálamönnum. Já, en það má kannski bæta við að Hafrannsóknastofnun er kannski stjórnað meira af raunverulega LÍÚ. Já, ég vil ekki alveg segja það. Ég vil ekki meiri viðingu fyrir stofnun heldur en það. Ég vil halda því fram. Hins vegar eru einhverja hagsmunir þarna. Það sem mér finnst hins vegar alvarlegast við stöðuna á Hafrannsóknastofnun er að ég þeir 12 sumur sem ég er búin að 12 ár sem eru liðin síðan ég byrjaði nú á þessu núna. Ég man nú búin að vera áður í 13 sumur á Skaggi. Þannig að ég þekki þetta orðið svolítið. Þá er ég ekki fann að hitta einn einasta skipstjórnarmann, hvorki á smáum bátum, tógurum eða einhvers staðar þarna á milli sem hefur almenna
almennt traust á því sem að Hafró að segja og gera. Því miður, það alveg hræðilegt. Mér finnst líka að niðurstaðan sé svo að það algert árangursleysi í uppbyggingu stofna og aukningu á veiðum frá því að ráðgjöfin byrjaði fyrir 40 árum. Og ég hef stundum velti fyrir mér, að því ég byrjaði nú að spá veðri 1979, ef að mér hefði ekki tekist að spá einu sinni rétt það hvernig veðrið yrði, hvað var ég búið að gera við mig eða veðurstofuna. Ef að ég hefði svipaðan árangur í því að segja fyrir hvað sé, því að það búið að segja okkur oft að það sé nú von á betri veiði í framtíðinni, bara ef við förum eftir ráðgjöfinni, við náum með stærri hrygningarstofni, það búið að ná stærri hrygningarstofni allt upp í 600.000 tonn, það verður engu breytt í samband við nýlun, ekki nokkur. Nei. Þannig að það ekki nema von að menn hafi ekki traust á því sem að þarna sagt og gert. Okkur var sagt að 1983 þegar við tókum, eða kvótakerfi var sett á, að ef við færum eftir tillögum fiskifræðinga í 2-3 ár, þá værum við farnir að veiða 400 til 450.000 tonn á þorski á ári. Ég held ná að vísu ekki talað 2-3 ár, minni það nú en kannski alltaf 10 ár, en enga síður. Við myndum enda þar. Við myndum enda þar. Já, þeir töluðu við höfum aldrei verið í fjarið því. Já, við höfum aldrei veitt meira heldur en fyrsta árið í kvótakerfinu 267.000 tonn af þorski. Við höfum aldrei komist upp í það síðan. Nei. Þannig að árangursleysið algjört hjá stofnuninni sem slíkri og takið þetta því, það virðist ekki vera neinar skiptar skoðanir innan stofnunarinnar vinnubrögð stofnunarinnar. Það mjög óvinnulegt í vísindastofnunum það sé ekki skiptar skoðanir. Ég þekki það mjög vel úr minni grein að það hafa verið mjög skiptar skoðanir bæði í sambandi við veðurspár, í sambandi við loftslagsbreytingar, því að þegar ég byrjaði nú að læra veðurfræði þá töldum menn nú að við verum að fara inn í ísöld, en síðan hafa menn nú skipt algjörlega skoðun langflestir og í dag held ég að séu að fái veðurfræðingar sem gerir sig ekki grein fyrir því að jörðin að hlýna og það kannski enn hraðar heldur en að menn héldu tímabili, þannig að og ég veit ekki neina vísindagrein þar sem að menn ekki að skiptast á skoðunum og skipta skoðun, prófa nýjar aðferðir, gera eitthvað nýtt en ekki halda sig við sömu aðferðina sem hafa sýnt sig að skila ekki neinu. Já. En sko ég vil kannski ekki alveg sleppa stjórnvöldum stikkfrí í þessu. Ég sammála mörg af því sem þú segir, en eitt af því sem ég tók eftir með athygli í samtali ykkar hérna í seinustu viku var þetta í samtöðu við aflaregluna og hann sagði sko við segjum 20-22% og við skiptum okkur ekki að því það stjórnmálamannana að ákveða það. Já. Og nú aflareglan alltaf bara 20%, alveg grjóthörð sko. En þarna ákveðið svigrum ef þeir segja 20-22%. Svo kannski við útskýrum það betur, þá að tala það að megi veiða 20% af hrygningarstofninum. Ekki hrygningarstofninum, þetta veiðistofninum. Veiðistofninum segi ég, í það heila. Já. Og þannig að fólk átti sig á því hvað verið að tala þegar verið að tala þessi 20%. Já, einmitt. Ef veiðistofnin 1.000.000 tonn, að þá má veiða 200.000 tonn. Ef hann 1,5 milljón, að þá mætti veiða 300.000 tonn. En það sem ég að segja að sko þarna ákveðið svigrum og sko ef við erum að hafa áhyggjur af MSC-vottuninu og öllu því að þá þarna þetta svigrum þessi 2% og það var náttúrulega áhugavert að sko það kemur náttúrulega ný ráðgjöf frá Hafró á föstudaginn kemur og norska Hafró nýbúið að boða skerðingu það sem að norsk stjórnvöld gera að allt svigrúmið það eru smábátarnir sem að fá að njóta þess. Já. Algjörlega og það er bara í stefnu hjá norskunum að allt svigrum verði sem sagt smábátunum í hag. Já. Og þannig að ég skil ekki af hverju þetta 2% svigrum sem greinilega þarna. Af hverju það getur ekki, af hverju við fáum ekki nota góðs af því.
og komi kannski aðeins upp í þessa litlu hungurlús sem okkur útlutuð hvort þið sko. Aðeins bætaði við að því að við erum að tala þarna 20% aflaregla. Ég held raunar að þessi aflaregla og sveiflujöfnunar ákvæði sem raunar í viðbót við aflaregluna, það má ekki fara upp eða niður meir en eitthvað tiltækið, ég held að sé 20%. Já. Það hefur auðvitað ekkert með náttúruvísind að gera. Nei. Ekki nokkuð skapaðan hlut. Það hefur einfallega með það að gera að menn hafa ákveðið það, tölfræðingar, hagfræðingar og einhverjir fleiri sem hafa komið að því að þetta sé eitthvað sem að geti hendað kannski bara á grundvelli hagfræðinnar. Já, þetta hagfræði. Þetta fyrst og næst hagfræði að hafa þetta með þessum hætti og mér finnst það ekki gott að náttúruvísindastofnun eins og Hafrannsóknastofnun á að vera og vísindastofnun nummer 1, 2 og 3 að hún sé að taka þarna einhverja pólitíska reglu eða hagfræðilega eða tölfræðilega reglu og gera hana alfarið að sinni. Hún á auðvitað að segja bara frá hvernig ástandi í hafinu, hvernig fiskistofnarnir hafa það, hvort það er þynging á fiskum eða letting eða og allt þetta, hvernig ástandið í hafinu og síðan finnst mér að vera einhver annar hópur sem að fer og yfir þá metur það hvort að við hefum ekki að beita kannski einhverju breytilegri aflareglu því að það var nú einu snutt 25% aflareglu þannig að þetta er ekkit heilugt tala, hún er ekkit orðið til á himnum og svoleiðis að það gæti verið þannig að aðstæður getur verið í samfélaginu þannig að þeim hætti að það veri ástæði til þess að vera með einhverja breytilegar aflareglur. Við sáum það bara til dæmis í COVID-inu, þá var þetta ráðgjöf frá sóttvarnalækni en þá voru margir aðrir þætti sem að stjórnvöld og jafnvel heilbrigðisyfirvöld þurfti að taka tillit til þegar var ákveðið að fara í það sem gert var. Þannig að það er í fjölmörgum atriðum ástæði til þess að skoða þetta á breiðari grundvelli heldur bara einhverjum föstum tölum eða hlutfalli. Já, sem eru svo stór spurningamerki við hvort að tölurnar séu réttar, hvað eru skekkjumörkin í matinu. Þannig að rættu það ekki fyrir þetta. Ég er búin að gagnrýna það mjög harkalega að menn séu að fiskifræðingar hafa sagt mér að það sé ekki minni 20-30% skekkjumörk á þeim þáttum sem verið er að mæla. Já. Samt bjóða menn upp á það að veiðistofnin sé upp á pluss mínus 5 tonn af milljón. Menn geta reiknað það hvað er prósentvís, það er brot úr prósenti í nákvæmni. Og auðvitað tek ég sem hafandi þó nokkuð vit á tölfræði og gamall starffræðikennar, ég tek ekki nokkuð skapalhut marka á þessu vegna þess að þetta getur ekki verið rétt. Nei. En þetta eru það sem að stjórnmálamennirnir láta færa sér og staðfesta og gera lögum og reglugerðum eða ráðherrarnir gera það viðkomandi ráðherra sem er yfir málaflokknum að hann býr til reglugerðir og segir okkur hvað við megum veiða nákvæmlega mikið í hverju tegund. En reyndar eru þeir með, það er hægt að breyta sumum tegundum, tegunda tilfærsla heitir það, upp á 5% í öllu öðru en þorskirindar. Þannig að það eru ýmsar leiðir. Ýmsar hundakúnstir. Það eru hundakúnstir til í kringum þetta. Já. En þetta er samt það er svolítið trýst að sjá það hvernig stjórnvöld eru svolítið mikið að beita svona stofnunum eins og Hafró og eins og Fiskistofu og eins og Samgöngustofu, hvernig stjórnvöld bara beita þeim og aldrei okkur í hag og það var nú annað sem ég hjó eftir í samtalinu ykkar hérna við forstjóra Hafró. Það var þetta þegar hann segir að við teljum bara fiska og við segjum bara hversu mikið má veiða. Við skiptum okkur ekkert af úthlutunni. Það er stjórnvalda. En svo var það náttúrulega þannig í seinasta sumar þegar stoppið var yfirvofandi á strandveiðum
Já. Og Strandveiðifélag Íslands var búið að boða til mótmæla gegn stoppuninni að þá hann sendur út á RÚV til að útskýra það hvers vegna við getum ekki fengið meira í okkar hlut. Við vorum aldrei að biðja að það væri farið fram úr ráðgjöf Hafró. Við vorum búin að benda Svandísi á árinu áður hvar hún gæti fundið þessar aflaheimildir. Þannig að það var hennar pólitíska val að gera ekkert með það og þar leiðandi kom þetta náttúrulega Hafró ekkert við vegna þess að hann hefur ekkert þessar útlutanir að segja. Nei. Og af hverju lætur hann narra sig, ég hafði verið til í að heyra hvernig Svandís hefur selt honum þessa hugmynd, því að hann alltaf bara narraður út í eitthvað pólitískan skrípaleik sem hann ánáttúrulega ekki að gera sem vísindamar og ég auglýsi nú bara eftir því núna vegna þess að við erum að fara að mótmæla aftur núna á föstudaginn að ef að þá að senda ef hann fær símtal frá Bjarkey og beðin að endurtaka þennan leik, hringdu í mig fyrst, spurðu mig hvort þetta sé rétt vegna þess að ég var ösku illur í fyrra þegar hann var að segja þetta, málið kom honum ekkert við. Nei, hann var búinn að vísa þessu frá sér umverulega, hann hefði eitthvað þetta að segja. Já, akkurat. Og þannig að stjórnvöld beita Hafró fyrir sér og nota Hafró til að lúskra á okkur. Þeir náttúrulega hafa verið að nota Fiskistofu til að lúskra á okkur og það var nú þetta Hofsósar löndunarmál sem var alveg út úr kú. Að það eru ykkur 3 trillukallar sem að mæta á Hofsós. Engin löndunamaður á svæðinu og þeir bara snúa sér hringi og bara hvað gerum við? Þú veist, fiskurinn að skemmast, hvað gerum við? Einn að hringir í löndunumanninn sem að segir, heyrðu, vigta þetta bara sjálfur og við bara endurvigtum þetta bara og gerum þetta almennilega á morgun. Og hann gerir það og auðvitað átt hann ekki að gera það vegna þess að hann hefur ekki leyfi og þetta er alveg klárt brot, það er enginn að segja þetta sé ekki brot. En Hafró, Fiskistofa sendir honum og þeim 3 bréf ári seinna. Það sem sagt, þeir eru á staðnir að löndunarsvindli og þá að svifta ykkur 4 vikur og 4 vikur nota bene helmingun á núverandi tímabili og Fiskistofa gefur það síðan út að þetta sé með alvarlegustu brotum sem að þau hafi nokkuð tíma séð gegn lög íslenska fiskveiðar. Og þetta verra heldur en ísprósentusvindl, skipulagt ísprósentusvindl. Og þetta verra heldur en eða brottkast eða brottkast eða falsanir á vorskýslum á vigtar og ráðstöfunarskýslum. Það var nú eitt fyrirtæki seinasta sumar bara sem var staðið að því og það var út af því að það var einhver þeir fengu tilkynningu frá almenningi að þarna væri verið að falsa þessar skýslur. Og hvað gerði Fiskistofa með það? Þeir leyfðu þessu viðkomandi aðila að leiðrétta skýslunar. Engin viðurlög. Þetta í lagi, en einhverjir 3 kallar sem að veit ekki neitt hvað þeir að gera við fiskinn sinn, það er bara alveg alvarlegasta. Jú, en máli var að þeir voru ekki að falsa neina vigtartölur. Nei, engin framhjálöndun og ekki neitt. Þeir héldu að þeir voru að bjarga verðmætum. Já, sem þeir voru að gera. Sem þeir voru vissulega að gera, sko. Þannig að það er ekki alveg sama hvort það sé Jón eða Seri. En þið ætlaði að fara að mótmæla væntanlega á föstudaginn. Já, það verða sem sagt, við ætlum að hittast fyrir framan Hörpu klukkan 12. Já. Og marsera og ég hvet alla til að mæta náttúrulega og hvet alla til þess að mæta í sjóstökkum. Og já, þetta eru kannski ekki mótmæli vegna þess að tímabilið ekki búið. Við erum ekki að mótmæla neinu, við erum bara, þetta er meira svona kröfufundur. Við erum að leggja áherslu á það stöðu smábátasjómanna. Já, og bara láta vita strandveiði sjómanna. Já, og láta vita að það er samstaða og það er okkur er nóg boðið. Það er allir foxillir yfir þessu ástandi að það sé ekki hægt að bæta við þessa litlu hungurlús sem okkur er útlutuð á hverju ári. Vistvænustu veiðarnar fínt fyrir brotættar byggðir og svo framvegis að það sé verið að níða af okkur skóinn ár eftir ár eftir ár. Og samstæðan er mikil sko. Já, en ég bara veit að fiskvinnslur án útgerðar, það skiptir þær miklu máli að þessi færa fiskur frá dagróðrabátunum
strandveiðibátunum komi inn á markaðin. Þau lendi í verulegum vandræðum mörg í fyrra þeir höfðu ekki lengur aðgang að þessum færa fiski. Já, og svo og þau bara þurftu að loka frá miðjum júlí og fram að 1. september. Já, og svo var náttúrulega stórútgerðin búin að ryksuga allan sinn kvóta langt fyrir lok fiskveiðiárs. Já. Þannig að það var engin íslensku fiskur sem var að fara á markað bara í júlí og ágúst. Og þeir sem voru kannski með fasta samninga einhver tonn fersk í flug eða eitthvað, að þetta bara fór mjög illa með þá. Já, og það er engin ekkert umburðarlyndi fyrir svona löguð í stórmörkum. Þetta er ekki bara hagsmunamál strandveiði sjómannana sjálfra. Það eru margir aðrir sem hafa hagsmuni að þessu líka. Það er nákvæmlega þetta sem ég var að vísa til áðan. Það þarf að taka tillit til fleiri hagsmuna. Það er alveg hræðilegt fyrir markaðsstarfsemi að það sé klippt á það bara með nánast eins og gert var í fyrra. Það var ákveðið að kvöldi að það verður ekki meiri strandveiði á morgun. Bara búið. Það þýtti það að það var algjörlega klippt á allt sem að tengdist fiskframboð í 7 vikur. Já, og þetta er náttúrulega bara sorglegt. Þegar að hvalveiðarnar voru stoppaðar í fyrra, þá voru þingmenn sem að öskruðu sig hása yfir því og að þetta verið brot á atvinnufrelsi. En þegar að 700 og eitthvað trillukallar voru stoppaðir, þá var ekkert sagt. Nei, þetta var náttúrulega aðal herópið Heiðrunar Lindar, þetta var brot á atvinnufrelsi. Já. En það er alveg að taka undir það. Já. Þegar menn er ákveða að taka svona ákvarðanir, þá er æskilegt að það sé gert með einhverjum fyrirvara og menn viti hvað er framundan. Það er til dæmis komin upp úr staða núna og ég ætla að fara að hafa nokkra skoðun á þessum hvalveiðum ekki hvalveiðum. Nei, það er alveg þegar það sé ekki ennþá búið að taka ákvörðun hvort að ég var að hvalveiða í sumar eða ekki. Já, það er alveg bara fáránlegt. Það er eitthvað svona ákvarðana fælni þannig hjá þessu fólki. Ég veit það ekki. Það er einhver pólitík í því, en þetta væntanlega kannski skýrist nú ekki á næstu hvort að verður bætt eitthvað við strandveiðarnar eða ekki. Nei, ég er nú ekkert bjartsýnn og kannski bjartsýnin stafar ekki síst að því að það er enginn sem svarar tölvupóstum frá okkur. Við erum að Eru það að senda í ráðuneyti tölvupóst? Já, báðum fund með Bjarkey og hún svaraði því ekki. Við höfum verið að senda út af hinum og þessum málum bæði á matvælaráðuneytið, á innviðaráðuneytið, fiskistofu, samgöngustofu, fáum aldrei svar við neinu. Og sumt er jafnvel hlutir upp á líf og dauða eins og eitt bátur sem að við vissum að væri bara hefði ekki erindi á sjó. Það er einhver stráklingur, einhver leiguliði sem er að vinna fyrir einhvern peningakall sem að keypti þennan bát og við höfum náttúrulega haft miklar áhyggjur af þessa leiguliða starfsemi lengi Er ekki búið að taka fyrir það? Nei, blessaði verti og ef Bjarkey sagðist nú vera búin að keypa því í liðin, ég hló nú þegar ég las það En allavega þessi bátur átti ekki erindi á sjó. Við hringdum í samgöngustofu, hringdum í fiskistofu, sögðum þið verða að fara að athuga með þennan bát, hann er stórhættulegur. Hann var dreginn í 14-16 metrum á sekundu rétt fyrir utan Garðskaga. Strákurinn þurfti að varpa akkeri til þess að lenda ekki í klettunum. Já. Og við og við létum þau vita áður en þetta gerðist og eftir þetta gerðist þá sögðum við af hverju gerðu þau ekki í þessu. Og vandamálið þarna er að þarna er bara einhver peningakall sem er að gera þennan bát út og aðstöðu munurinn á honum og stráknum er náttúrulega alveg gríðalegur mér skilst að hann hafi bara verið skammaður fyrir að koma ekki með meiri fisk í land en við erum löngu búin að benda ráðuneytinu á hvernig var hægt að laga þetta 25% eignarhald og prókúra málið dautt þau gera ekkert með þetta. Ég held að eigandi þyrfti að vera borð. Já, en það er nóg að þú sett 1% eigandi. Þá getur lögskráðu borð og annað er að þú þarft í rauninni ekki vera einu sinni með þetta 1% vegna þess að ef að það er minna heldur 25% eignarhlutur
að þá getur Fiskistofa ekki athugað það og doppeltjekka það í fyrirtækjaskrá vegna að það er ekki skráð minna heldur en 25%. Og þá þurfa þau að biðja gögn og þá getur þau bara, skrifað eitthvað á blað og senda það inn. Og þau hafa enga forsendur til að skoða þetta, þannig að ég veit ekki hvað Bjarki var að tala að hún var búin að vegna þess að ég sé alveg í nákvæmlega sömu höfnunum, sömu bátarnir sem gerðir út, sko. Ég legg hins vegar bara áherslu á að það að auðvitað geta menn fundið einhverjar aflaheimildir fyrir utan það að það auðvitað bara reglugerðar ákvæði hvort það að veiða 10.000 tonn í strandveiðum eða eitthvað annað og maður búið að breyta þessu reglugerðinni núna varðandi grásleppuveiðar minnst tvisvar ef ekki þrisvar sinnum og þannig að það virðist ekki vera neitt vandamál að breyta reglugerð ef að því að skipta. En ég segi það eins og svona til lengri tíma litið, þá held ég að menn eigi að taka það alvarlega, það sem við Kjartan vorum að nefna hérna áðan, að gera tilraunir 3-5 ár með því að vera með þetta utan aflamarkskerfis og sjá hvað gerist. Það einkenni finnst mér á vísindastofnum að megi gera tilraunir á nýjar hugmyndir og fara með framkvæma nýjar aðferðir við hitt og þetta, hvað sem það nú rannsóknir eða eins og þetta náttúrulega ekki beinlínis rannsóknir, þetta bara... Já, þetta væri ákveðin rannsókn samt. Já, að sjálfsögðu, ég hef líka sagt, af hverju má ekki þróa til dæmis eitthvað sem geti kallað handfærarall. Þetta væri 4 mánaða handfærarall eftir þeim reglum sem menn hafa sett hérna og það er togararall sem að allavega þeir sem að ég hef talað við á togurum hafa alveg rosalega vantrú á og það netaralls, ég hef ekkert vit á. Já, það alveg með sama hætti. Ég þekki það ekki, en ég segi það ákveðin mælikvarði á það hvernig veiðanleik hvernig ástand á fiski, ef hann tekinn með handfærum, því að þetta eins og Kjartan Jú, en það þarf alltaf að taka tillit til, það þarf að taka tillit til í öllum þessum röllum, til veðurs, til hitastigs það þarf að taka ætið á svæðinu og annað þess áttar og þess vegna svo vont ár eftir ár að toga alltaf sömu slóðina eða leggja netin í sama farið ár eftir ár það breytilegt bara eftir veðri, vindum og veðri og ekki síst náttúrulega ætis ástandi ætis ástandið tekið þessi dæmi að ég búin að fá núna bestur órana í maímánuði þarna fyrir norðan á svæði sem ég hef aldrei fengið fisk á þeim tíma undanfarin 10 ár, bara aldrei þannig að það allt annað ástand á þeim slóðum heldur en hefur verið þannig að ég hef ekki mikla trú á því að það sé hægt að draga troll á tilteknum stað, á tilteknum tíma í tiltekinn tíma. Nei, það gefur bara ekkert rétta mynd af stöðunni. En þetta aðar gagnið. Já, og meiri sé að útluta grásleppukóta eftir í hvað veiðist í botnrólið. Og það finnst manni nú vera það alvitlausasta. Því grásleppa meiri sé að upp í sjó nema bara þegar hún kemur til að rigna og þá slæðir hún sér á botnin. En þetta náttúrulega búinur að fara margsinnis yfir þetta með mönnum en þetta staðan á þessum málum sem sagt núna horfir þannig að þetta verður væntanlega stoppað bara í byrjun júlímánaðar veiðarnar ef ekki verður bætt við eða verður ekki bræla missúrt í halvan mánuð. Já, það verður það ekkert það verður það ekki alveg þegar veðurfræðingur að róa þá ég þurfti nú ekki að hugsa að leysa bát þessa vikuna spurning hvort að veðurguðirnir svara tölvupústum. Já, það góð spurning. Það getur vel verið að þeir geri það frekar heldur en ráðuneytismenn eða ráðuneytisfólk. Jú, en það staðan. Þetta hérna útlitið ansi svart og hérna það verður kröfufundur á föstudaginn en ef að þetta verður stoppa þá fjandinn laus sko. Þá förum við í einhverjar harðari aðgerðir sko. Þá það væntanlega einhverjir þorskausar og lausu líka. Já, það verður eitthvað svoleiðis. Við finnum einhverja leiðir til að vekja athygli á okkur og sko að því málið það að öll þjóðin með okkur.
Þjóðin með ykkur, ég veit ekki hvort þið sáu hérna með heimildamyndina Skuld sem var sýnd hérna hún var sýnd hérna á sjómannadaginn og hérna hún aðgengileg í spilararúf og það vill enginn, sko, það sér enginn þessa mynd og hugsa með sér, mér alveg sama þótt að þetta hverfi. Það vilja allir eiga þessa strandmenningu og þessa hafnarmenningu og þessa trillukalla og kvennamenningu sem var lýst í þessari mynd. Í skoðanakönnunni í fyrra, þá var 72% af þjóðinni sem að vildi efla og styrkja strandveiðar og það sem að meira er að það er búið að vera núna síðustu 4 eða 5 árin í stefnuskrá Vinstri grænna og við erum með ráðherra Vinstri grænna að efla strandveiðar. Já, hún skrifaði hann undir einhverja þingsályktuna tillögu 2 vikum áður hún var ráðherra. Það samleis. Já, Bjarni Jónssyni. Já, ég meina þetta er búið að vera í gangi en það er ekkert gert. Það er eins og að sé einhver önnur bláhönd sem ræður þessu. Já, það er gert. Við vitum það. það er bara þannig og þess vegna er þetta mjög erfitt að þurfa að sætta sig við hvernig þessu reiðir áfram. Já, með veiðarfæri sem að kemst fyrir í einu ísboksi. Já. Og sérstaklega með hliðsjón af því að heildar úthlutun, heildar hérna sem sagt úthlutun til strandveiða úr kvóta í íslensku lögsögu er eitthvað á bilinu, okkar eitthvað á bilinu 1-2%. Það er 0,83%. Og er það, já, seinast ári? Miðað við veiði heimildir. Já. Held ég, það sé rétt hjá mér. Já. Og það er raunverulega verið að tala að fá 0,4. Nei, 1,4 væntanlega. Já, nei, fá í viðbót 0,4, þannig að yrði eitthvað sem héti 15.000 tonn, 5.000 tonn í viðbót. Það er nefnilega það spaugilega við þetta vegna þess að SFS eða LIU eða hvað sem við vill kalla þetta, að þeir tala alltaf eins og að fari allt á hliðina ef að við fáum við förum úr 0,8% yfir í 1,3 eða hvað sem að það er tala að fara allt á hliðina og að íslensku sjávarútvegur bara höndli það ekki en samt tekst þeim alltaf að hérna standa af sér miklu stærri sveiflur í rákið hafur og hún getur við getum að vera að tala 20% sveiflur þar. Engar loðnuveðar þetta árið og annað þess áttar karfin engin karfaúthlutun og skori niður í ísu og öðrum tegundum. Já, 20% 20% og væntanlega núna af því að þeir eru ekki búin að veiða ufsann sinn að þá verður skori niður á föstudaginn ufsakóti. Það má reikna með því. Hann hefur ekki náðust undanfæri ál. Nei. Aldrei veiðst. En það hefur engin annar mátt veiðan. Trillur hafa verið að gera út á ufsa og verið að bjarga sér á því. Já, þar sem hann gefur sig, Þar sem hann gefur sig, hérna sunnanlands. Já. Það er ekki annað vandamál sem ég hef heyrt togaraskipstjóra segja frá varðandi ufsann og það er það ef að þeir fara á ufsaveiðar sem þeir vilja gjarnan gera þá er svo mikill meðafli í ís og þorski að þeir verða að flýja það eins og skot. Já, það er þannig. Og það er erfitt það er ekki eins og var oft hér á árum áður að menn gátu verið í hreinum ufsa. Nú er þetta blanda karfa og þorski. Þorskurinn er á stórum svæðum í miklu meira mæli heldur en hefur verið áður. Á Eldeyjarbanka var oft að vera í hreinum ufsa hér á árum áður. Á tróli þá eða? Já, á tóveiðum. Já. Og það var, ég stundaði netavertíðar á Eldeyjarbanka og þá var maður bara í hreinum ufsa. En í dag er þetta ekki tækt því það er orðið svo mikið af þorski með og ísaujabil. Og þegar hafa verið hérna veiða einhver skip voru að veiða í vetur í mars að þá voru þeir að veiða ufsa en þá var hellingur að ísu með. Þannig að þetta hefur allt áhrif. Og
maður er bara að reyna að átta sig á þessu, en mér fannst samt skrítið hjá Hafrannsóknastofnun að taka ekki afstöðu með veiðafærum. Hvaða veiðafæri eru notuð? Það finnst mér skrítið. Ég var til að fá að sjá forsendurnar fyrir því, sko. Já, það eru engar forsendur, þeim bara kemur það ekki við. Hvernig, hann er bara veiddur fiskurinn. Þeir taka ekki afstöðu til þess hvernig það er gert. Hvort það er gert á umhverfisvænan hátt eða hvort það er með hugsanlega einhverju raski á botni og lífríkinu. Já, og svo náttúrulega þessar rannsóknir sem að sýna hvað þið mikið undir rockhopperna. Já, það til viðbótar. Já. En þeir telja það vera óraunverulegt og hafi ekki áhrif á neitt sem heitir togarrall, þó að fiskur fari undir, því hann gerði það líka í fyrra og hitti fyrra og þar áður, og svo bara telja þeir fiskana, hvað eru margir úr eins árs árgangnum, og byggja sína ráðgjöf á því hver nýliðunin er eins árs og svo 2 ára og koll á kolli. Já, þetta er svolítið flókið, en hérna eftir stendur að ég vil bara kalla eftir því að það sé aðeins meiri sveigjanleiki fyrir okkur smábátana, vegna þess að sveigjanleikin er alveg gríðalegur í stóra kerfinu, og það er náttúrulega bara, svo með talningum, sko, bara það að stjórnvöld horfa í gegnum fingur sér með allskins svindl og svínari og eins og með sértaka byggðakvótan sem er enda að stórum hluta bara hjá stórútgerðinni, sko. Já. Og þannig að sko svigrúmið er alveg gríðalegt í stóra kerfinu, en það er bara ekki kíló svigrúm fyrir okkur. Og ég vil bara kalla eftir því að stjórnvöld sko taki normenn bara sér til fyrirmyndar og veiti okkur svigrúmið frekar heldur en þessum stærstu. Já. Við þyrstum ekki það mikið svigrúm. Nei, en þetta myndi gjörbreyta, og ekki bara fyrir, ég kem inn og aftur að því. Þetta er ekki bara atriði sem skiptir strandveiðisjómennina máli. Þetta skiptir landvinnslu án útgerða líka miklu máli að fá þetta hráefni í land á fiskmarkaðina. Skiptir þetta mjög miklu máli fyrir þessa litlu staði. Þetta er einhvern öflugasta byggðapólitíska mál sem að hugsa sketur að reyna að efla þessa litlu bæi sem að er að gera út á strandveiðum, þó að það séu þetta breytilegt, og skiptir þar alveg verulegu máli þar. Það er bara allt annað að koma á hafnirnar á meðan að þessi bátar er að landa. Já, þetta skiptir alveg rosalega máli, og það sem að meira er að þetta kostar ríkið ekki krónu. Þetta er sko sjálfsprottin grasrótarlausn á byggðavandanum, ekki eina lausnin vissulega, en hluti af lausninni kostar ríkið ekki neitt, vegna þess að við leggjum meira til ríkisins heldur en við tökum út. Já. Og þarna er það fólki í landinu sem að stjórnar för, og sko ég man nú eftir því þegar auðlindin okkar var og hét og hver veit hvað varðum þá 100 milljóna króna vinnu. En þá voru þeir að tala um það að leggja bara þetta allt saman niður og sko byggðakvótana og strandveiðar og allt og vera með útboð, og peningurinn sem hann geti farið í það, að það væri hægt að rétta hann í byggðirnar til þess að þau færi í einhverju atvinnu uppbyggingu á einhverjum allt öðrum forsendum. Og fyrir sko sjávarbyggði sem eru steinsnar frá gjöfulustu fiskimiðum heims, auðvitað er það langgáfulegast að leyfa bara fólki að sækja sjóinn. En eitt sem ég langar að koma aðeins inn á við ykkur, umfjöllun fjölmiðla sjávarútveg. Er hún einhvern veginn í Morgunblaðinu? Já, það er þú. Ég er að benda á það að þetta er allt og lítið þessi mál rætt. Kostina við bara sjávarútveginn, hvaðan er að skila, hvað eru við búnir að hafa í gegnum tíðina, hvernig höfum við byggt upp Ísland síðustu 100, 120, 30 ár frá ekki síðustu aldamótum heldur þar áður.
við byggðum upp vegakerfi hringinn í kringum landið, vegi á alla sveitabæi, við rafvæddum landið, við símalögðum all landið, við byggðum sjúkrahús hringinn í kringum landið, við byggðum heimavistaskóla og gagnfræðaskóla, flugvelli, hafnir og lengi má telja, og allt var þetta gert fyrir tekjur af sjávarútvegi. Tekjurnar fóru í æðar samfélagsins. Já. Og einu tekjurnar voru fyrir sjávarútveg. Það var ekkert annað. Þetta er orðið svolítið breytt, þannig að það eru fleiri stóðir undir Já, þessu núna, bara, en það breytir því ekki. Það ætti að vera bara auðveldara og betra í dag heldur en nú höfum við tekjur af áli, nú höfum við tekjur af ferðamönnum og við höfum ýmsar tekjur og nýsköpunarfyrirtækjum, tölvufyrirtækjum og alls konar flottum fyrirtækjum. En með sko fjölmiðlana, þetta er náttúrulega alveg dottið út af dagskrá sem er mjög skrítið vegna þess að sko allt þetta sukk og svínari sem á sér stað í stóra kerfinu, allt svindlið og allt það og allt sukkið og svínari sem á sér stað í hérna byggðakvóta kerfinu, að þetta eru bara opin leyndarmál. Það vita þetta allir, ég meina það er engin umfjöllun. Það er engin umfjöllun og það er svo auðvelt, ég meina sko þú sér það bara á ísprósentu hjá, þú veist hvað fyrirtækið eru, þú getur farið inn á Fiskistofu og séð, 50% ísprósenta, 50%, þarna kemur einhver skoðunarmaður frá Fiskistofu, dettur niður í 15%, hann fer aftur til Reykjavíkur, komið aftur upp í 50%. Þetta er allt, sko það vita þetta allir. Og það er náttúrulega ekkert viðunandi að sumir séu með heimavigtunarleyfi. Nei. Allur uppsjávarfiskurinn okkar er með heimavigtunarleyfi. En það kom er fram í ekkert sem fer inn á Hafnarvog og svo eru þeir með úrtaksvigtunarheimil. Sem er annað. Þú ferð á Hafnarvogina með 10 tonn og síðan fer fiskurinn upp í hús og þá er vigtamaður þar eða vigtaður ísprufa úr fiskinum og það kemur bara fax eða skeyti eða tölvupóstur á Hafnarvogina. Það voru 25% af þessu ís eða 30%. Það er svona, það er ekkert fjallað þetta í íslenskum fjölmiðlum. Nei, og það var nú sko Matís skýrsla sem kom inn út 2010 sem var að benda á það að sko þegar maður ber saman sko gögn Fiskistofu og gögn Hagstofunnar að þá eru að flytja út miklu meiri fiskaldur en að veiða. Og svo náttúrulega gerir enginn með þetta og sko höfundar skýrslunar hjá Matís, það er hann að viðauki það sem þeir segja sko bara sko þegar við báðum þessi gögn frá Fiskistofu, frá Hagstofunni að þá bentu þeir á tollstjóra vegna þess að þetta voru trúnaðagögn. Tollstjóri segir að þetta er bara trúnaðagögn. Þannig að það er ekkert að sko sanna eða afsanna þetta en það er mjög skrítið að við séum að flytja meiri fisk út heldur en við erum að veiða. Bara sérstök og góð nýting hjá sumum. Já, 105% nýting sko. Það var hérna fyrir nokkrum árum, þá var þáttur í Ríkisútvarpinu sem gekk í mörg ár sem heit Auðlindin. Já, góður sem þáttur. Var mjög góður þáttur og oft fjallaði sjávarútveg á breiðum grundvelli og verið að taka á ýmsum málum sem það var. Ríkisútvarpið er algjörlega hægt að ræða nokkuð sem að tengi sjávarútvegi, nokkuð apaðan hlut og það er náttúrulega fjölmiðlarnir hafa alltaf mikið breyst, það er bara eitt dagblað raunar sem kemur hérna og það heldur út af vísu þætti þar sem heita 200 míljón en hann er nú alltaf einsleitur finnst mér allavega í umræðu en mjög einsleitur. Það er þó allavega svo lítið vísir. Smá tilraun. Já, smá tilraun en ég sakna þess mjög að það sé ekki meira verið að fjalla sjávarútveg og þess vegna. Já, það voru bara afla fréttir. Það var verið að segja frá fiskiri í hringinn í kringum landi. Hvað togarar voru að koma með í land og hvað vertíðabátar voru að fá og svoleiðis. Já, en ég held að sko fyrir almenninga þá er hann kannski hættur að hafa áhuga á því en hann hefur alveg brennandi áhuga á því að vita hversu mikið hérna sko skattborgar eru snuðaðir árlega af einhverjum skattaskjólsfélögum og en gallinn er kannski sá að fólk
fær ekki upplýsingar það sem að ske í sjávarútvegi og ekkert kannski, það bara þannig að fólk tengir ekki saman afkomu í sjávarútvegi og hvernig þegar vel gengur í sjávarútvegi við lífið hjá fólkin í landinu. En þetta skiptir rosalega miklu máli hvernig bara skattekjur og annað væru og afkoman í þjóðfélaginu Ég held líka að þarna sé að ræða og ég hef sjálfur einhvern tíma gert það að umræðuefni í pistli sem ég hef skrifað einhvers staðar og ég upplifið það náttúrulega bara í þeim hópi manna sem ég umgengst þarna daglega að það ákveðin þöggun í samfélaginu allt sem að tengist þessu. Það þöggun meðal sjómanna, það þöggun meðal skipstjórnarmanna, það þöggun meðal útgerðarmanna jafnvel á smærri bátum minnstakosti og í sjálfu sér hendi þessi ákveðin þöggun hjá fjölmiðlamönnum líka. Já, menn skítrættir að tjá sig þetta vegna þess að þá getur þú bara gleymt því að Já, sko, engin starfandi skipstjórnarmaður í dag að tjá sig fiskverð eða fiskveiðistjórnunarkerfi eða eitthvað þess háttar. Hann veit að leið og hann fær að opna tullan á sér það eitthvað að þá fær hann bara uppsagnarbréfið. Sjómenn hásetar á skipum ekki að tjá sig hvorki fiskverð né fiskveiðistjórnunarkerfið eða hafrannsóknastofnun eða neitt. Nei. Og það af því að þessu bara haldið niðri. Og fjölmiðlar og fjölmiðlamenn ekki að standa sig í stikkinu með að ræða þessi mál. Ef þeir að standa sig í stikkinu og þá náttúrulega ráðist bara harkalega á þá eins og Helgi Seljan sem að þurfti nú að fara í margra mánaða veikindaleyfi eftir Fischrot Namibíu málið. Það var bara ráðist á hann af fullri hörku. Heldur við þurfum að fara að hafa áhyggjur? Sko, það breytir engu fyrir mig allavega, það verða fyrir svona unga menn eins og þig, Kjartan, sko. Já, ég ekki þetta bara staðrind að menn sem að tala þessi mál og fjalla þessi mál að þeir fá á kjaftinn fyrir það. Það ekkert öðruvísi. Já, en það erum við að tala sko, ef að Ísland á eitthvað sem að nálgast eitthvað sem að mætti hugsa sem eitthvað svona Cosa Nostra mafíu þá það LIU sko. Já, en strákar, þetta að vera búið hjá okkur. Hvað vil ég segja að lokum, Magnús? Já, sko, það sem ég hef nú viljað leggja áherslu á að það þarf að breyta fyrst og fremst þessu samspili milli ráðgjafar og ákvörðunum hvað eigi að veiða og hvernig. Vegna þess að ég segi til dæmis að ég þekki þannig svo vel á veðurstofunni. Veðurspár raunar ekkert annað en vísindalega ráðgjöf frá degi til dags. En við erum ekkert að segja mönnum fyrir hvað eigi að gera, hvorki flugmönnum, sjómönnum, menn sem að fara veginn eða neitt þvílíkt. Sama gildir með eldgosaspátna sem að auðvitað eru svolítið mismunandi og geta verið, þar menn að skiptast á skoðunum, en veðurstofan það allt aðri sem taka síðan ákvarðun á grundvelli þeirra ráðgjafa sem menn að fá. Já. Þannig að ég tel að það sé eitt af grundvaldaratriðum í öllu þessu að þarna verði skilið á milli. Já, væri þá einhver ráðgjafahópur, jafnvel starfandi skipstjórnarmanna eða eitthvað þess áttar og jafnvel fleiri sem kæmu að. En Kjartan? Lokaorð, já, ætli það sé ekki bara að öll rök hníga til þess að efla smábátaveiðar og strandveiðar. Við erum umhverfisvænustu veiðarnar. Við erum byggðar stefnu vænastar veiðar. Við erum að skila inn sko besta hráefninu enda erum við að fá sko eitthvað í kringum 20-25% hærra verð fyrir okkar afurðir heldur en skuddtogarar. Og svo snýst þetta líka mannréttindi og sko þetta atvinnufrelsi og búsetufrelsi að það séu bara sjómenn sjálfir sem að fá að ráða hvar þeir búa og hvaðan þeir róa að það verði ekki bara sko þannig
að það sitji einhverjir hálfguðir og hérna rústi heilu og hálfu samfélagunum vegna þess að þeir fá kannski eitthvað aðeins meiri pening eitthvað staðar annar staðar. Já, við höfum bara hort upp á það, að það er það sem skeður í þessum byggðarlögum. Og gerist enn. Og er bara að gerast á hverjum degi. Já. Og svo liggur fyrir frumvarp fyrir Alþingi núna að breyta því að fyrirtæki megi eiga úr 12% og fara upp í 15%. Og nýkjörinn forseti og allir forsetaframbjóðendur voru að tala auðlindir, að auðlindir ætti að vera í almannaeign, að þá náttúrulega ættu þeir að sjá sóma sinn í því að komi veg fyrir það að verði meiri samþjöppun og veiðiheimildum. Ef þeir væru þetta er bara galið að standa við gefin kosningalófur. En ég þakka ykkur fyrir, strákar, þetta spjall. Sömuleiðis. Og og vonandi náið þið árangri og á föstudaginn að þetta hafi einhver áhrif á þá sem ráða, stjórnmálamennina, að þið fáið viðbót við það sem við verðið vantarlega búnir að klára núna í byrjun júlí. Já, takk fyrir það. Við erum búin að láta Bjarkeyju vita að við verðum hana. Vonandi kemur nú út og tala við okkur. Já, þakka ykkur fyrir. Takk. Takk.